höldum áfram í föstudagsþættinum. Hérna á Akureyri framundan Jónsmessuhátíð og við ætlum að fræðast aðeins hana, en ég held að eina sem mitt eftir í huga minnst að hugsa Jónsmessu að þá maður að fara allsnakin út í náttúruna og velta sér upp úr dögginni. Er það ekki? Er það ennþá eitthvað? Já, það sem sagt, sko það ekki liður á dagskránni á Jónsmessuhátíð, ef fólk alltaf frjálst að gera þetta auðvitað. Við kannski, ef ekki bara segja við séum frekar að bjóða fólki að koma í sundlegina til Óla og velta sér en vera svona í siðsamlegu klæðnaði. Já, ég mæli frekar með að fólk sé í sundfötum. Já. En talandi, það komin pólisía með eitthvað svona að bera ofan í sundleginu á Akureyri? Fyrir konur þá? Nei, við höfum tekið þann pól í hæðina að við ekki að fetta fingur út í það. Ef að fólk... Þannig að það má? Já, ég er bara að pæla. Við höfum verið þeim megin. Já, líst til það. En Jónsmessuhátíðin, hvað að gerast? Heyrðu, þetta þessi 24 tímar og og bara við reyndum að setja þetta upp sem sagt þannig að það væri ekki mikið að rekast á, þannig að þetta væri bara svo stundatafla í raun sko. Og byrjaði klukkan 12 frá 12 til 2 bara með lifandi tónlist á 4 veitingastöðum og svona skemmtilegt. Og svo bara hver viðburður sem rekur annan, þú veist, það Amtsbókasafnið, það tekur þátt sem dæmi, nú byrjar maður upptalningu og þá maður hættur að gleyma ekki gera það, við skulum en það kannski gaman að nefna sko, einmitt að því Óli að vinnustaðurinn hans tekur ofsalega mikinn og flottan þátt í Jónsmessunni og kannski getur sagt betur frá flotinu og græjunni sem hvað að gerast á þessum sólarhringi í sundlauginni? Já, það ýmislegt. Við erum með alls konar uppákomur. MSÍs kemur að þessu, gefur krökkunum ís, skapandi sumarstörf munu koma og bregða á leik með einhver atriði. Svo erum við með Aquasumba og eins og Hulda nefndi, þá erum við með þetta flot sem þeir kalla Jónsmessu samflot. Og það eru hönnuðir þessara flothettu sem margir eru örugglega farnir að þekkja sem sjáum það, Unnur, já, og hennar maður, skilst mér. Þau munu vera með 3 sessjón, 21:30, 22:30 og 23:30 í kvöld. Í kvöld? Já, í innilauginni. Og það sem skemmtilegt þess að Hulda var að nefna að við verðum með svona neðan vatns yfirbors hátalara. Þannig að þetta flot samt ángríns, ég búin að prófa þetta. Maður náttúrulega sjúklega hallarslegur með fyrirbærið. Það bara allir jafn hallarslegir. Það allir jafn hallarslegir. En tilfinningin að liggja svona með þessa hettu sem heldur mann uppi, þetta alveg, ég hef svo mikil trú á vatni sko og bara sundlaugum sem ég finnst by the way það besta, eiginlega eitt af því besta við Ísland bara allar þessar sundlaugar. Þetta svo gott, þetta svona heilandi. Já. Hefurðu prófað þetta? Ég hef ekki prófað þetta sjálfur. Já, ég hef búin að prófa þetta. Þetta æðislegt. Þetta ekki geggjað? Jú, og þarna náttúrulega þessi viðbót þegar ég prófaði þá var þetta einfaldlega svona, þú veist, þetta var allt sem að konur og með þá þessa hettu og svo maður með svona til þess að þyngja hnén og svo fær maður aðeins teppi yfir sig, maður verður ekki kalt af því maður alltaf á að geta hreyfa sig, maður bara fljóta. En þarna þessi viðbót, þessi hátalari, þessi græja sem við fengum að láni að sunnan. Þannig að það sko, þú heyrir, það búin til sérstök tónlist fyrir þetta. Þannig að þetta bara þú getur tekið þátt, það reyndar kannski best að láta það koma fram að það kostar í þennan viðburð og þú bara skráir þig í þann hluta sem þú vilt fara þessa og ég held þetta verði svolítið fallegt sko. En svo náttúrulega eftir miðnætti þá bara, ég veit ekki, disko, ég veit ekki hvað vélarnar ætlar að gera. Nei, akkurat, við fáum vélarnar með okkur í lið og fleiri reyndar svona hljóð sérfræðinga og verðum með þennan hátalara í svona tónlistartilraun. Út í lauginni semst þá? Já, í út í lauginni og munum setja hann niður á botn og spila alls konar tónlist og gera tilraun með tíðnir og ýmislegt. Þannig að vélarnar sem plötusnúð, þá sem ekki þekkja til, hann stýrir tónlistinni en neðan? Já. Magna. Hún svona rétt ómar sko í ákveðinni tíðni upp úr vatninu en annars heyrist hún fyrst og fremst ofan í vatninu. Ég að fíla þetta rosalega vel. Sundlaugin nefnilega þetta endilega nýta hana meira í svona eitthvað öðruvísi. Já, og svo náttúrulega heldur dagskráin áfram. Það er svo gaman með sundlaugarnar að
þegar þú ferð í sund, þá einhvern veginn mæta allir og er á sama svo í sletti leveli. Það er að segja, fólk er bara, þú veist, í annarkvæmt sundskilu eða sundból og það er engin æðri en öðrum. Það er bara, það kom allir og eru bara svona jafnir. Og þá er einmitt svo frábært að ræða málin. Það allir bara eru með sína skoðanir. Þannig að það verður svona heimspekipottur frá klukkan 8 til 9, það sem að Ágúst Þór Árnason í kvöld þá er það? Nei, í fyrramáli, já. Þannig að þetta er alveg sko og þá er umræðuefni stjórnmál og stjórnleysi. Já, stjórnmál og stefnuleysi. Stefnuleysi, hafa það rétt. Já. Og þá bara mæti fólk hérna og hann stjórnar umræðum og ég held að það er bara eitthvað annað, eitthvað svona öðruvísi við að ræða málin bara, þú veist, í heitapottinu, það er besti staðurinn. Það er besti staðurinn til að ræða málin. En það er hægt að kíkja á alla dagskrána því þetta eru listviðburðir og þetta er ýmislegt, en sundlaugin greinilega svona, ég er virkilega ánægð að sjá framtaki í sundlauginni. Já, það er kannski verðt að nefna þess að ég er nánast búin að fara yfir alla dagskrána svo við gleymum engu að það er meira að gerast í pottunum hjá okkur. Þessi kvöld klukkan 9 þá verður upplestur úr ritröð pastelverkin svokölluðu. Það sem Hlynur Hallsson og hún í Flóru, Kristín í Flóru og Þórgunnar Oddsdóttir, fjölmiðlamaður. Þau munu lesa upp úr þessum verkum og sínum, þetta eru þeirra verk og auk þess koma að þessu Megas og Margrét Böndal. Magnað, þetta er æðislegt. Þetta er skemmtilegt. En svo náttúrulega það eru kannski ekki allir sem að hafa endilega áhuga að fara í sund, að þá má líka benda á að það eru mjög skemmtileg tilraun í kaffi Laut í Listigarðinum, þar sem koma saman Lára Sóley og Hjalti, tónlistafólki, og Sesselja Ólafsdóttir, leikkona, og þau ætla svona að flétta saman upplestir á þjóðsögum og tónlist. Og það er skemmtilegt líka og yfirskriftin er auðvitað þeim varð á í Jónsmessunni. Þannig að og líka bara líka áhugavert í fyrramáli þar sem laugardagsmorgun þá ætlar Kristín Aðalsteinsdóttir sem að nýverið gaf út ljósmyndabók innbæinn. Hún ætlar að taka pínu hring bæinn og segja frá fólkinu og húsunum og svona sko. Og svo náttúrulega við verðum að minnast á listamanna hlaupið. Já, ég veit það. Það er mjög gjarnan gert grín að því að listamenn séu í ömurlegu formi og drekka alltaf bara kaffi latte og eitthvað svona. Þannig að í dag, þá var sem sagt hlaupsmiðja og þá voru að tala það var að búa til hlaup. Bara jelly hlaup, já. Og svo ætla þessi hópur af listafólki sem að ég þá bara ætla að gera ráð fyrir að sé í alveg ömurlega vondu formi að fara í þetta listamanna hlaup sem að þetta er svona eiginlega gjörningur sko. Með hlaupi. Þannig að það er farið þessast frá rýminu þar sem Kaktus er með aðstöðu núna og sem leiði liggur í rauninni með viðkomu í Flóru og svo áfram upp Gili og enda svo upp í Sundlaug. Þetta er listamanna hlaup. Og þetta er svolítið skemmt. Þetta er alveg að fara að verða eina af mínum skemmtilegust uppáhaldshátíðum. Já. Að lokum það rennibrautin opnar 30. júní. Nei. Orðið á götunni var það nefnilega. Já, einmitt. Það stóð til. Já. En framkvæmdir er að tefjast lítið eitt. Veistu hvað er orðið mikil óþolinmæði hjá börnum á ýmsum aldri? Ég get alveg trúað því. Er komin annar dagur? Já, það verður svona vonandi fyrir miðjan júlí. Já. Dóttir mín, ég veit að hún hefur kröfu að hún afmæli 12. Ég væri til í að sjá hana opna fyrir. En eru þá ekki búin að senda inn í nafnasamkeppnina? Ég vona það. Ég ætla að vita við henni. Það er drífa í því. Hún er örugglega skýrir það eftir sjálfur sér. Takk fyrir komuna og við hvetjum ykkur til þess að kíkja á visitakureyri.is til þess að kynna ykkur þessa skemmtilegu viðburði sem eru framundan. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.